Umhverfisdagar SHÍ hófust í dag með kynningu Strætó og Zipcar á Háskólatorgi. Þar var hægt að kynna sér svokallaðan grænan samgöngumáta og hvernig þessi tvö fyrirtæki, Strætó og Zipcar, vinna saman. Nýskráðir meðlimir Zipcar fengu að spreyta sig á lukkuhjóli þar sem var til mikils að vinna. Fjölbreytt dagskrá umhverfisdaga heldur áfram næstu daga og stendur öllum til boða að taka þátt. Á morgun mun umhverfisráðherra koma og Þorbjörg Sandra sem sjálfbærni fulltrúi Háskóla Íslands. Þau munum við saman með kynningu á Litlatorgi í hádeginu rétt eftir kl. 12 sem verður mjög áhugavert. Og svo á fimmtudaginn þá markaður sem þá fólk sem kemur og að selja umhverfisvænar vörur eins og poka búnir til úr endurnýttu efni, gamla gardím og svoleiðis til þess að nota fyrir grænmeti og ávexti út í búð. Og svo verða fleiri taupokar og vonandi taubleiur og bindi líka og þá og svo fatskiptamarkaður. Þannig að fólk getur komið með gömul föt sem þau hafa ekki notað í einhvern tíma sem að sitja bara aftur í skápnum og komið með þau í Háskólatorg, skilið eftir og kíkt á eitthvað nýtt og athuga hvort að þau geti ekki fundið nýtt heimili fyrir fötin. Oft finnst fólk geta vera kannski svolítið úr sínum höndum að taka ábyrgð á umhverfinu. Þannig að við skulum reyna að sýna fólki að það í raun frekar auðvelt. Sigrún segir að það sé ýmislegt sem háskólinn geti gert betur. Hún segir viljan vera til staðar en það þurfi að setja skýrari markmið og fylgja þeim eftir. Markmið umhverfisdagana að vekja nemendur og starfsfólk til umhugsunar hvað það getur gert til þess að bæta umhverfið sitt. Eins og til dæmis að nota venjulegt hnífapör í staðinn fyrir plastnífapör. Svo lengi sem við skiljum þeim aftur.